blessaðan. Velkomin í nýtt vlog. Dvæhem News. Ég var að skila fyrstu drögum. Ég er svo þreytt. Ég svaf svo lítið í nótt. Ég var að læra til miðnættis í gær og vaknaði klukkan 5:50 til að byrja upp á nýtt. Og ég var svo worried að ég svaf eiginlega ekki neitt. En ég var sem sagt að skila fyrstu skilum af mastersritgerðinni. Og þetta eru skilin sem að examiners fara yfir. Og ég þarf að verja í næstu viku. Og að sjálfsögðu er ég ekki eitthvað ógeðslega sátt með skilin mín. En ég er almennt bara mjög hard on myself, þannig að það er ekkert nýtt. En þetta er búið. Svo fæ ég feedback sem sagt á þessu á vörninni í næstu viku. Og fæ þá tækifæri til að skila aftur 31. maí. Og þá er þetta búið for good. En þetta var samt ákveðin áfangi og ég er að fara að leggja mig. Af því eins og ég segi þá er ég viðbjóðslega þreytt. Og svo ætlum við að fara og fá okkur eitthvað gott að borða í kvöld til að svona fagna þessum fyrsta áfanga. Stulli á nýja hjólið. Nú erum við bæði hjól. Nú getum við farið í hjólatúra. Finally. Þegar við fáum ferjusakk, þá skellum við okkur í þessa. Þessi er alveg rosaleg. Við erum nýbúin að uppgöta að hún er frí. Við erum búin að búa hérna 1,5 ár. Nei, ekki bara það. Við erum búin að labba þangað yfir í hvert einasta skiptið. Já. Í staðinn fyrir að taka ferju. Það tekur alveg tíma að labba það yfir. Já. Skellum okkur í ferjuna og förum að fáum okkur burger. Hér höfum við dýrindis brauðarnarsborgara sem er að mínu mati kannski hot take, en mér finnst hann einn af bestu hamborgarana í Sverige. Það kostaði 5 sekúndur og kemur eftir 5 mínútur. Look who's back. Atburðir við vatn er mætt aftur á RÚV, þið heyrðu það hér. How lucky. Við ætlum að fara að sofa en við erum svo brennd frá því síðast og við erum hrædd að þetta veri farið ef við förum að sofa. Þannig að við þurfum ekki bara að bingea 3 þætti klukkan 11. Það er líka allt orðið grænt og næs. I love it. Ég er búin að eiga mjög erfitt með að hæpa mig upp og fara út að hlaupa þegar ég er ein. Það var svo næs að hlaupa alltaf með Stilla á Spáni því þá er maður með eitthvað svona í fyrsta lagi sem peysar mann. En líka bara svona einhvern sem er að gangi í gegnum the same hell. Þannig þegar ég fer ein þá er ég alltaf smá svona. En það er ógeðslega gott veður. Og ég get fengið tan, þannig að þetta verður bara fínt. Ég er bara á Stillanum. Ég er ekki búin að ákveða hvert ég ætla að hlaupa, en mögulega hleypi ég bara hringinn í kringum Södermalm sem er eyjan sem við búum á, þannig að við gerum það reyndar fyrir frekar stuttu síðan, en that's okay. Það er alltaf einföld leið, ég veit hvert ég á að fara. Það er líka málið með þegar Stulli hleypur með mér er að hann velur leiðina og ég elti bara. En þegar ég fer ein þá er ég meira svona, hvert er ég að fara? Ég ætla að kveikja bara á teboðinu og hafa gaman. Þetta verður gaman. Ekki ég að standa hérna að reyna að sannfæra sjálf á mig. Það er svo heitt úti, ég þurfti að koma við niður á bryggju að kaupa mér vatn bara til að geta klárað allavega heim. Ég er alveg tæp á að gefast upp hérna sko.
pítur í matinn. This salad looks divine. Einhverjum finnst við kannski extra að búa til okkar eigin pítubrauð, en áður en ég kynnti Stulla þá bústlega borðaði ég ekki pítur af því að mér finnst pítubrauð svo ógeðslega vont. Þegar maður kaupir þetta í búð þar að segja. Klassísku íslensku pítubrauðin eru bara eitt af versta sem ég fæ. En fyrst við gerum brauðið sjálf, þá er það actually bara one of my favorite meals. Me too. Fyrir ykkur sem búið í Sverige þá var þetta besta sósa í mögulega heiminum. Ég er smá exposing myself hérna, hvað ég er mikill country fan. Eftir að hafa misst af miðasölunni á Taylor Swift þá ætla ég ekki að missa af my favorite, one of my favorite country guys. Bara í Bandaríkjunum. Ég var að sækja smá pakka from my favorite brand. Ég ætla að fara að svona event hjá þeim í dag sem er í tilefni The Eras Tour sem ég vil ekki tala um en ég er ekki að fara á. En þau ætla að vera með smá svona afterwork og buðu á Instagraminu sinu og ég fekk með það og fekk að velja mér eina flík úr Dream Collection og ég valdi svo mikið sem þessa gollu. Hún er hneppt bara svona með einni tölu hérna uppi og ég held hún sé geggjuð fyrir sumarið. Wow, I'm so excited. Það er samt svo ógeðslega heitt í Stokkólmi í dag að ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að vera í síðarma gollu en við látum reyna á þetta. Hversu sætt. Ég þarf að byrja að greiða mig eftir svona klukkutíma þannig að ég ætla að vera ógeðslega dugleg núna að undirbúa kynningunum mína. My thesis defense sem er eftir viku. Christ. Boy, do I have some news. Bókstaflega var að segja rétt áðan bara að ég væri að fara í þetta after work út af Eras Tour sem ég er ekki að fara á, eitthvað. Next minute, þá ákvað ég að fara inn á Ticketmaster í bara smá svona delusional tilgang til að gá hvort það væri einhverjir miðar. Heldur að það hafi verið miðar? Við erum vissulega, sitjum basically efst uppi fyrir aftan sviðið, but I don't care. Við erum að fara á The Eras Tour. Oh my god. Hjálpi mér. I don't have an outfit. Hvaða era ætla ég að vera? Outfit check. Það má kveika í ljósi svo við sjáum eitthvað. Það er svo takt að hneppa henni hérna, en... Hvað? Við erum að horfa á tennis í leiðinni, en ég ætla bara að fara í flip-flops af því að outfitið er kannski svona full fínt fyrir 50 eftirmiddag. En ég er síðan í tube dress sem ég keypti á sample sale fyrir ári. Og já, mjög cute. Það er ógeðslega heitt úti. Ég veit að ég á eftir að þurfa að fara úr þessu. Þá var ég kannski svolítið fín, en who cares? Þannig að já, ég ætla að skella mér í afterwork með Jerv Avenue. Alright, ég er komin rétt hjá skrifstofunni. Ég ætla að taka upp eins mikið ég get, en ég þori ekki að lofa að ég verði duglega því að ég var alltaf svo stressuð þegar ég er í kringum fólk. En ég ætla að reyna að standa mig betur en þegar ég fór sample saleið. I promise you that. Inn á bali, þannig að better do some touch-ups. Við erum hægt og rólega að renna niður.
Ég er að taka upp á síma minn en ekki myndavél, þannig að bear with me. Ok. Lyktin af þessu er sjúk, bara svo við vitið. Svona. Ok, þetta var besta event í heimi. Svo mikið að næ stelpum. Allir bara eitthvað að koma saman til að peppa sig fyrir Taylor Swift og það var svo gaman. Við fengum líka smá goodie bag. Ég er komin heim. Ég er ennþá í kjólnum, hann bara köttast akkurat út. One second, þetta er ekki alveg málið. Ok, much better. En já, ég var sem sagt að koma heim. Þetta var svo gaman. Kynntist 2 ítölskum stelpum sem voru mjög skemmtilegar. Svo var ég eitthvað að spjalla bara við starfsfólkið hjá Djerf og eitthvað svona stemming. Ótrúlega skemmtilega stelpur. Við fengum goodie bag, eins og ég sýndi ykkur. Ég var bara eftir að sýna ykkur hvað er í honum. Svo sætur póki. Við fengum smá Djerf Beauty magazine. Já, þegar við komum inn þá fór ég strax hjá hárstationinu og fór að spjalla við eina sem vinnur hana. Og við fórum bara að tala hvað, hárvörðurnar lúkkuðu næs og mig langaði svo að fá mér og eitthvað og hún bara, það er í the goodie bag. Þannig að við fengum báðar nýju hárvörðurnar sem er ógeðslega gaman. Þannig að við fengum the styling gel og breezy mist. Endum kvöldið okkar á að hjóla í ísbúðina. Fyrsti hjólatúrinn okkar saman. Ég veit að ég var búin að lofa try-on haul fyrir það sem ég keypti á Djerf Avenue sample sale-inu. En það kemur í næsta vloggi. Mér finnst þetta vlogg aftur orðið svolítið langt og ég held áfram að gleyma þessu. Þannig að næsta vlogg verður Eras Tour og try-on haul, ég lofa. Þannig að ég ætla að loka þessu vloggi hér og enn og aftur, ég lofa, þetta kemur næst. Af því ég þarf að fara að græja mig fyrir Taylor Swift. Þannig að ég ætla að fara að taka mig til. Smá sneak peek á Twitter mitt liggur þannig. Mjög country og cute. Þannig að, allavega, takk fyrir að horfa og ekki gleyma að like og subscribe og við sjáumst á Taylor Swift tónleikunum.